Þetta. Já, drengir, nú eru 4 dagar búnir hér í Svartfjallalandi. Hvernig hafa fyrstu 4 dagarnir verið? Það gengið nokkuð vel. Mjög ánægður með fyrstu 2 leikina. Leikurinn í gær, ég er bara búinn að gleyma honum. Man ekki eftir honum lengur. Þannig að, já, bara fínir dagar. Ef við byrjum á hótelum, hvernig er það? Hótelið er geggjað. Geggjað spaðina niðri, enga gym og læti, sko. Og bærinn í góðu standi? Þetta er ljótasti bær sem ég hef séð. Ég hef ekki fallið bær. Sko, þetta er á stærð við Akureyri og qualityið er hérna á Hornafirði. En ef við förum með leikina aðeins, hérna Sviss, við byrjum á Sviss og svo þeir eru nú mættu nú rauð og hérna áttu nú að vera ljósir en hérna burtu frá því, hvernig var sá leikur? Var þetta öruggt allan tímann? Við vorum mjög lélegir á móti Sviss, við vorum á hælunum allan tímann og þeir komust alltaf fram hjá okkur en við vorum bara betri í körfu en þeir og vörnin þeirra var svo svissneska ostur þannig að við hefðum að klaga ég hef tegin. Og ég meina, þú veist, í fyrri hálfleik, það var jafnleikur í hálfleik og hérna, og hvað breyttist síðan í seinni? Já, ég veit það ekki alveg, ég held að við höfum bara haldið að þetta væri auðvelt og sett bara í cruise control en það bara virkaði greinlega ekki. Nei. En ef við tölum aðeins Hvíta-Rússland, það var svona öðruvísi leikur. Byrjuðum betur og hérna, svona seinni hálfleikur var ekki eins góður eins og á móti Sviss. Sko, við erum náttúrulega ráku okkur út úr rútun okkar og við erum svolítið pirraðir úti á. Byrjuðum mjög vel og áttum bara geggjaðan fyrir hálfleik. Síðan í hálfleik, ég held að DJ-in hafi verið aðeins og góður og við slöppum svolítið af og sást í 3. leikluta. Við mistum alla fórstu. Og svo var leikurinn framlengdur og hérna, hvernig var framlenging? Við áttum nefnilega geggjaðar, ekki geggjaðar en skárri senustu 5 í 4 á framlengingu. Við völdum með það framlengingu og bara Orðið kláraði það bara. Já, settum í gangi vörn og spiluðum almennilega svona leik. En í gær? Hvað gerðist í gær? Ég man ekki eftir nefnum leik í gær. Bara búinn að gleyma honum. Þökkum við Eyþóri og Friðriki kærlega fyrir spjallið.